Við erum hér með dæmi 12 úr æfingu 4.2 og ætlum að finna gildi á x. Við sjáum hér að við erum með tvo nefnara, bæði tvist og fimmu, en okkur vantar að hafa nefnara undir x-inu til að geta fundið okkur samnefnara. Einföldasta leiðin til að setja nefnara undir heila tölu, eða eins og hér, er bara þá að skella einum undir og þá er þetta orðið brot eins og hinar stærðirnar. Nefnarinn fyrir 2, 5 og 1, minnsti nefnarinn eða samnefnarinn getur þá verið 10. Og við skulum byrja á því að finna okkur samnefnarann. Til þess að tvisturinn verði 10 þá þarf ég að margfalda hann með 5 og gera það sama hérna uppi. Fyrirgefi hvað er ljót 5. Ég þarf að margfalda 5 hér með tvist og þá líka það sama við fjarka. Ásinn þarf ég að margfalda með 10 og þá x líka með 10. Þannig að við skulum þá vinna úr þessu og þá fengi ég 5x mínus 15 með nefnaranum 10 jafnt og 8 tíundu mínus 10x tíundu. Og nú erum við komin að þann stað að alls staðar er sami nefnarinn, samnefnarinn er 10. Þá má ég stroka hann út. Þannig að eftir stendur jafna 5x mínus 15 jafnt og 8 mínus 10x. Ég ætla að leyfa mér að færa mig hingað þannig að ég fá aðeins meira pláss og þá ætla ég að hafa þannig eins og áður. Ég ætla að hafa x-in á vinstri hlið. Þar er ég með 5x. Ég færi mínus 10x yfir og verður þá pluss 10x jafnt og. Það er 8 hérna megin. Færum mínus 15 yfir, verður þá pluss 15. Og þá er ég komið að 15x er jafnt og 23. X er það jafnt og 23 deilt með 15. En við þurfum nú líklega að fara lengra til að fá sama svar og er í kennslubók. Þá hugsaum við bara hversu oft gengur 15 upp í 23. Það er nú einu sinni. Og hver er það afgangurinn sem eftir stendur? Það er þá 8 og 15. Þannig að svarið er mjög líklega svona í kennslubókinni x er jafnt og 1 og 8 15. Lokasvar.